Þá erum við komin að 10. lið á dagskrá okkar í dag og það tilmæli frá héraðsnefnd Eyjafjarðar og það Hjalti Jón Sveinsson sem tekur til máls og hefur framsögu þetta mál. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, á fundi í héraðsráði í síðustu viku að þá var framkvæmdastjóra þess Valdi Sigurbjörnssyni falið að semja bréf og senda öllum bæjarstjórnum eða sveitarfélögum er koma að héraðsnefndinni sem yrði þá til þess að ganga lögformlega frá niðurlagningu þessar ágætu nefndar. En bréfið hljóðar svo með leyfi forseta: á fundi héraðsráðs í gær 11. mars 2009 var meðal annars rætt niðurlagningu héraðsnefndar Eyjafjarðar. Undirritaður lagði fram viðhengi skjal merkt minnisblað til héraðsráðs. Í skjalinu er vitnað í samþykktir héraðsnefndar Eyjafjarðar 45. grein þar sem fjallað hvernig niðurlagning nefndarinnar skuli fara fram, það samkvæmt 85. grein sveitarstjórnarlaga. Í nefndu skjali eru einnig að finna þær greinar sveitarstjórnarlaga sem snerta niðurfellingu byggðarsamlaga en héraðsnefndir gilda sömu ákvæði. Ljóst er að á vetrarfundi héraðsnefndar í Ólafsfirði þann 10. desember síðastliðinn var samþykkt að leggja héraðsnefnd Eyjafjarðar niður. Samkvæmt þeirri samþykkt hefur verið unnið að einstökum málaflokkum héraðsnefndar og einstökum málaflokkum héraðsnefndar komið fyrir hjá öðrum eins og sjá má í fundargerðum héraðsráðs. Þrátt fyrir samþykkt á fundi héraðsnefndar þykir undirrituðum rétt að fara í öllu eftir þeim ákvæðum sem að finna í viðfestu skjali og það var samþykkt í héraðsráði. Hér með óskað eftir því að alla viðkomandi sveitarstjórnir staðfesti það að héraðsnefnd Eyjafjarðar skuli lögð niður og að héraðsráði verði falið að kjósa skiptastjórn til að ganga formlega frá þeim málalokum. Og þetta sem sagt lagt fyrir bæjarstjórnina hér í dag. Takk. Orðið laust þennan lið. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Hér allmikinn viðburð að ræða að þessi vettvangur aflagður og svona kannski allt í lagi að velta upp ýmsum hliðum á því. Þessi vettvangur hefur verið ákaflega nauðsynlegur fyrir sveitarstjórnir í þessu héraði til að bera saman bækur sínar og koma sér saman einstök mál þar sem samvinna hefur verið fyrir hendi. Ég hef haft á skoðun lengi að samvinna okkar við okkar næstu nágranna og hún hefur svo sem að mörgu leyti verið góð en hún hefði getað verið miklu betri. Við höfum ekki átt nægjanlega farsælt samstarf við nágranna okkar sem að ég leyfi mér að fullyrða úr þessu ræðustóla að stórum hluta til komið vegna ákveðnar tortryggni minni sveitarfélagana til Akureyrar sem hefur gert ýmis konar samstarfsverkefni erfið. Við erum ekkert að hætta þessu samráði, við erum að flytja hluta þessu verkefni til Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar. Það tel ég vera ákaflega hagstætt og jákvætt og ég held að það muni auðvitað efla það félag mikið að taka og koma inn í þennan málaflokk sem slíkan. Ég segi þetta ekki síst í ljósi þess að það var nú ekkert vilji allra hérna fyrir nokkrum árum að þetta Atvinnuþróunarfélag væri sérstaklega merkilegt félag og stórt sig og þess vegna það ákaflega ánægjulegt að þetta skuli þó vera enn einn bitinn þar á borð og verður til þess vonandi sem ég hef lengi vonað að það félag eflist enn meira. Orðið laust 10. lið. Hjalti Jón Sveinsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar bara að ítreka það að þetta búið að taka meira en ár þetta ferli. Búið að ræðast vítt og breytt bæði í héraðsnefndinni og á vettvangi héraðsráðsins og þetta gert í góðu samkomulagi milli allra fulltrúa, bæði héraðsnefnd og héraðsráði og eins og bæjarfulltrúi Jóhannes gat hér áðan að þá ýmsum verkefnum komið fyrir hjá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar sem mun heita áfram AFE. Það getur verið að fá að heita eitthvað annað í framtíðinni líka sem tengir félagið við þetta nýja hlutverk og eins að þá
þá hefur mörgum verkefnum verið hýst, þau eru hýst hjá tilteknum sveitarfélögum og þar á meðal Akureyrarbæ. Þannig að ég held að þetta sé svona verið að minnka flækjustigið að mörgu leyti og ég held að þetta sé spor í rétta átt og ég held þetta ekki til þess, ég held að þetta sé ekki alveg fullyrt að þetta verður ekki til þess að minnka samstarf sveitarfélagana á nokkurn hátt, þvert á móti. Orðið er laust 10. lið. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Hér liggur fyrir ósk það að bæjarstjórn Akureyrar staðfesti að héraðsnefnd Eyjafjarðar skuli lögð niður og héraðsráð skipi skiptastjórn til að ganga frá þeim málalokum og ég bið þá bæjarfulltrúa sem að staðfesta á tillögu og það ósk að gefa merki. Samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.